We are back to the camera. Við erum með smá nesti. Hoppa upp nýja sofra mínum. Í nýju íbúðinni. Ok, hérna kemur my little living room. Það var bara pappir könguló hangandi. Sölvi að klára að koma með töskurnar. Þetta 5. hæð. Hérna 4. hæð. Allt að gerast. Bara tími til að fara með allar það niður. Allar töskurnar komna niður. Goodbye, Kirkjunplatz. Við vorum ekkert eðlilega heppin. Það var bara lest hérna beint í liðina stoppstöðinni sem er að fara til Frankfurt. Við þurftum ekki að fara með allar töskurnar í lyftu. En við erum alveg að taka ekkert eðlilega mikið pláss. En það alltaf lagi því að það engin annar eiginlega í þessari lest. Allavega so far. On our way til Frankfurt. Þess vegna við erum taka Flixbus til að komast til Maastricht. Það erum við að fara að taka rútu á eftir til Maastricht. Sem er smá, kannski óþægilegt, kemur í ljós. Við erum mætt á rútustöðina. With all our stuff. Við erum með smá nesti. Við erum bara að bíða eftir rútun okkur hérna. Ná að koma henni í plássi beint fyrir framann. Ég er að vona að þetta sé hún. Új, þú sleikti mig. Þarna kemur rútan okkar. Við erum mætt borð í rútuna. Ein taskan var 18 kíló þung. Við þurftum að borga 12 €. Ein taskan var 2 kíló með létt og við fengum ekki að skipta. Við hefðum getað aðeins fært bara smá til. En nei, borga 12 € fyrir það. En já, ég ætla bara að horfa eitthvað í rútunni. Sölvi ætla að læra. Það er bara lögð af stað. Ég hugsa þetta ekki alveg til enda. Við erum búin að vera að keyra í hálftíma og mig langar að æla. Ég er svo bílveik. Bara 3 klukkutímar og 40 mínútur eftir. Góðan daginn. Hvar er ég? Í nýju íbúðinni með það. Oh my god, ég er svo spennt að sína. Ok, hérna labba ég inn, hérna er my front door, yellow and cute. Og bara smá svona, hvað segir maður, forstofa, ætli það ekki? Ok, hérna kemur my little living room. Og ég er með hjól, ekki perfect. Hérna, er skrifborð og hæðsæti og koja. Þetta var þessi gestarúm, þetta er ekki eins og rúmið mitt sko, þetta er bara gestarúm. Mega nice. Og já, stofan, ég er með sofaborð, ég ætla að með því skeng og svo get ég sko sett hérna myndarpan og varpan hérna á, hversu spennandi. Anyways, moving on, eldhúsið. Ok, þetta er endur ofnið minn sem er smá funny, hann tiny, en það er alltaf lagi, ég nota ofn mjög sjaldan. En með airfryer, takk Margrét fyrir að skilja eftir airfryerinn þinn. Og hérna er eldhúsborðið og eldhúsið sjálf. Og hann er píluspjald, ekkert eðlilega nett. Og baðherbergið, það er smá fengi á litin. Hún sagði, landlordinn minn sagði að það væri ekkert mál að mála höfðikjól fyrir henni. En hver veit? Kannski fæ ég ógeða sem gæðin með lit. En já, eldhúsið, very nice. Og það er greinilega viðbygging hérna því það er bara proper gluggi. I don't know. Hérna er svefnherbergið, bara rúm og svona fataskápur, mega nice. Og svo hérna þvottavélin. Og bara eitthvað svona geymslupláss og eitthvað. Ég er svo spennt. Þetta er actually alveg stærri íbúð en ég bjóst við út frá vídeóinu sem ég er búin að fá. Og er alveg herra til lofts en ég hélt. Mega spacious. Hvað ég er spennt. Nei, af því það er projector. Ok, hérna er the view from the koja. Það er ekkert á henni, allt í lagi. Er það sitja á mig? Já. Oj, hvað það? Ok, við erum aðeins búin að taka upp úr töskunum. Svo ég eftir endur að sækja meira dót í kísinn á morgun. En við erum bara að ræða þeim svona fallega hérna undir. Og svo er ég búin að taka upp úr, já, við erum með smá hérna á borðinu, packing cubes og eitthvað. Við erum búin að setja rúmið fyrir nóttina því við förum ekki eftir kísinn fyrir á morgun. Kemur ljós að þetta er smá shit rúm. Allan dínan er smá shit. Þannig ég ætla mér að kaupa aðra dínu held ég. Ég ætla núna að fara til búð að kaupa okkur mat, elda, hafa bara kósí.
Svo fyrir við til Gísen snemma í fyrramálið. Ég heldur sem að ná lest klukkan 8:20 eitthvað svoleiðis. Þetta á að vera ofninn minn og við skiljum ekki neitt í honum. Þannig við settum hvítlauksbrauð okkar bara í airfryerinn og við erum búin að gera pasta. Það gekk smá brösulega á gashellunum og því við aldrei elda á gashellum áður. Þú múin slökka það? Já. Já. En það gekk mjög vel. Þú mátt alveg double checka, ég veit ekkert hvort það er rétt hjá mér. Svo ætlum við að setja skjávarpan hérna ofan á og varpa hérna vegginn. Jæja, þá er time for round 2. Við erum að fara að taka 2 töskur þess að við næra aftur til Gísen, pakka restina af dótinu mínu, komum tilbaka. Það er 5 tíma lestaferð til Gísen og 5 tíma lestaferð tilbaka. Við þurfum að skipta 2 svona lest og í bæði skiptin höfum við 5 mínútur. Þannig getur við 6 ef ekki 7 tíma lestaferðalægt. Wir wollen jetzt noch die Abfahrt in Bonn abwarten. Halló! Smá update, því ég er ekkert búin að vera að gefa ykkur neitt update. En ég sem sagt, við lendum í smá hnjaxli. Fórum til Gísen í gær og neyddumst til að vera þar áfram. Við hefðum átt að mæta til Gísen klukkan 1 en vorum ekki komin fyrir eitthvað 3, rúmlega 3 og lestin tilbaka til Maastricht fór klukkan 5 og þá var engin tenging eftir það sem gátum tekið nema með því að taka hraðalestina sem kostar alveg mikið pening. Þannig við vorum eitthvað ok, ekkert mál, við förum þá bara heim á morgun, sem sagt í dag, laugardeginum. Og við kíkjum síðan á lestamiða í gærkvöldi og það er bara eitthvað engin lest. Og lestaferðin sem við ætlum að taka var bara ekki í boði. Allt var gett dýrt og gett mikið eitthvað svona vesen. Þannig við vorum eitthvað ok, við skulum bara, þetta er kannski bara eitthvað svona akkurat núna og við kíkjum bara í fyrramáli. Kíkjum í fyrramáli að miða og það var aftur bara vesen á öllum lestaleiðum til Maastricht. Við vorum eitthvað hvað er í gangi. Þannig, en við fann eina leið sem átti ekki að vera of dýr. Og við leiðum að stað fyrst til Koblenz í Þýskalandi og við fórum með regional lest og það var ekkert mál. En svo þurftum við að kaupa Ice Train sem er hraðalest frá Koblenz til Köln. Og þegar við vorum í appinu þá var bara í boði first class. Og vorum eitthvað, fuck, það er dýrt sko. En þetta var eiginlega eina lestin sem gátum tekið. Þannig vorum við ok, við látum okkur hafa það. Keyptum first class á 80.000 fyrir okkur bæði. Lestin var 2,5 tíma sein. Það kom 2,5 tíma seinkun á þessari lest sem við borgum 18.000 krónur fyrir. Glata. Anyways, við förum sér borð og það er bara engin lestinni. Og bara af hverju gátum við bara keypt first class með það. Veit ennþá ekki af hverju. En við löpum hana, fórum sko inn vittlisum megin og konan sem var að vinna hana, hún var bara eitthvað farið bara borð og labbaði í gegn inni ef við ætlum að fara. Við ætlum bara að leggja stað strax. Og annars verðum við bara skilin eftir. Og við eitthvað, ok, hoppum borð. Drösluðum ferðartöskunum okkar frá sko gegnum svona 8 vagna eða eitthvað. En já, allt er góðu. Komast í first class og það var annars enginn í lestinni. Og hefði verið næs að spara peningin en first class vagnin var líka mjög næs. Það var gæð svona spacious og eitthvað. Mjög huggulegur. Og svo komum við til Köln. Tók lestina til Aachen og frá Aachen þurftum við að skipta lest til að komast til Maastricht. En við komumst loksins heim. Og við erum búin að vera að taka upp úr töskunum. Þær eru bara hérna á gólfinu. Við erum að reyna að gera allt aðeins huggulegra og heimilislegra. Ég er búin að setja fullt af dóti í svona sinni stað. Það er samt alveg mikið eftir. Og alveg svona hluti sem ég veit bara ekki einu sinni hvað ég á að geyma. En við ætlum að finna því. Góðan daginn. Við erum að leiðinni í Jysk til að finna nýja dýnu. Af því að þessi hérna dýna er freaking shit. Þetta eru 2 dýnur. Og það eru báðar ógeðslega mjúkar og ég hef testað þetta því ég var að tala um mömmu í gær til að sýna henni. Og ég gæti svo kramið 2 alveg saman. Þannig ég ætla að kaupa mér dýnu. Svo ég geti fengið góðan svefn að minni í hérna. Og það er eiginlega einu planið okkur í dag. Svo vorum við bara að pæla að labba í miðbænum og skoða smá verslanir. Ég er engan pening til að kaupa neitt en
Gaman að vita hvað í grenndinni. Og ætlum líka að kíkja að það eitthvað svona sorting stations fyrir þess pappa og plast hérna aðeins lengra í götunni. Með aðtöga hvar það og hvernig það virkar. Bara alls konar svoleiðis. Men som jag skulle ta med. We stand on the opposite shore. Hello, Ég svo fullviss að sé að koma einhverja pöddur úr þessum götum hérna á loftinu að Sölvi að teipa fyrir. Ég vona að þetta sé ekki að skemma neitt. En ég veit ekki hvort það eigi að vera gött fyrir eitthvað loft eða eitthvað, ég veit ekki, I don't care. Þetta hrikalegt sko. Við vorum að horfa, í fyrradag? Og það var bara proper könguló hangandi þaðan og bara leiðin niður. Og svo núna var Sölvi að teipa annað gatið og þetta silfurskotta. Úr hefði höldnum gatinu og hún var allt í einu mætt hérna á barborðið. Oh my god, hún er ógeðsleg, nú er hún í krukku á gólfinu. Ég veit ekki hvað ég gera hana. Þannig núna það 2 göt, þetta hérna og þetta hérna. Og núna er búin að teipa fyrir það. Æ, ekki segja svona. Góðan daginn. Ég ætlaði að vlogga á myndalum minni en þær eru báðar dead. Þannig við erum á símanum. En í dag er ég að fara að fá nýjan sófa. So exciting. Ég er búin að vera sko veik alla vikuna. Og ég er búin að hanga heima og ég valdi fyrir þennan föstudag, þetta átti að vera eini dagurinn sem ég er frí í skólanum. Og ég bara, ég hef getið verið búin að fá hann sófa fyrir 5 dögum sko. En hann á að koma í dag, til milli 8:30 og 11:30. Og ég er bara núna að færa hérna gamla. Hann er svolítið þungur, en ég ætla bara að færa hann þangað. Þannig að hann sé svona fyrir framan þar sem nýja sófinn á að koma. Og það sé hann einhver sem á að koma og sækja hann á þriðjudaginn. Fingers crossed. Hann er komin frá, þannig að ætti að vera no pláss. Oh my god, hann er myglaður, guys. Oh my god, hann er myglaður. I kid you not. Oh my god, það er mygla. Ok, ég vissi það regla. Oh my god, sjáu við. Hann er bara actually, þetta er bara mygla. Ég ætla að sprayta myglusprayið á hann á þennan vegg. Oh my god, ég held samt að ég hafi skilað eftir. Ég hugsaði, ég kaupi bara nýtt mygluspray. I shouldn't have. Ég hef bara að taka myglusprayið mitt með, það var erfitt að finna það. The couch is here. Hann er annað í kassun. That's how it is. Ég fór til búð að kaupa mygluspray sem ég ætla að spraya á sófan og vegginn. And we are back to the camera. Ég er búin að hlaða. Ok. Íbúðin er í smá kási. Don't mind it, ég var lasin. Þannig bara shush. Ekki meira en það. Anyways. Ég ætla að taka upp sófa minn. Hann er skiptur hérna milli þess að 2 kassa af því þetta er bara eitthvað svona eitt sæti og eitt sæti sem að bandar. Þannig ég keypti 2 sæti, basically. Og já, ég ætla bara að poppa upp nýja sófanum mínum. Ég sprayaði þessu myglusprayi fyrir í morgun og það lyktar ennþá allt eins og klór. Er það eðlilegt? I don't know. Ég get náttúrulega ekkert lofta út úr þessari íbúð þannig að þetta myglusprayi var kannski ekki það besta. And here we are. So be it. Ég ætla að reyna að aðtaka þetta ekki fest myndir lengst þar þannig að því þurfi ekki að halda á nefn en ég reyna að taka upp þessum kössum. We'll see what happens. Vitumenn, þið eruð á stiganum mínum. Þið getið ekki eins og sé ykkur. I'm gonna show you yourselves. Sjáu. Þið eru bara á stiganum mínum. Þetta er kauð. Ok. Ég ætla að vera með kipti sem litla mæk til að hafa á mér þegar ég landi burtu en ég er að hosta svo mikið að mér líður svona eins og það sé ekki góð hugmynd. Þannig ég ætla bara að öskra. Svona. Ég ætla líka að taka upp úr þessum kössum algjörlega hljóði af því að síminn er dead þannig ég get ekki skrifað tónlist, það væri kannski meira væp. But it's okay. Fyrsta mál á dagskrá er að opna þennan bad boy
og finna út af því hvernig. Ég held að þessi lóki hægt að opna hliðinni. Ég ætla með skæri, það er fullt að teipa á þessu. Got the scissors. Ok, nú er ég náttúrulega bara að horfa á botninn á þessum sófa. Hvernig gerum við þetta? Ok. Það er pæling. Ég ætla bara að draga kassa hérna á teppi. Ok, og svo gerir ég bara svona. Þetta er alveg svo þegar maður. Ég vissi það. Þannig, þetta er ekki eitthvað ég ekki að kynna mér. Ég fór í með íslensku stelpunum sem búið hérna hjá mér í Maastricht og við testuðum þetta, þannig it's fine. Þú veist, ég held að þið sjáu ekki einu sinni upp á sæti, kannski gera það. Maður sjá. Ok, það er náttúrulega risastór pappakassi fyrir. But it's fine, you will see the finalized look, I promise. Oh my lord. Ég er svo spennt. Ég er ekki að beita bakinu rétt, ég viðurkenni það. Ég þarf að taka þessi sundur. Þeir eru akkurat að fara að koma að taka the carton á morgun held ég. Þá þarf ég að setja stóra pappa minn fyrir utan heimilið mitt og rislakallarnar eftirtaka. Það er alltaf einhvern veginn að virka með lífrænarislu og almennarislu, þannig kemur ljós. I hope so. Annars veit ég ekki alveg hvað ég á að gera við þetta, en það er svæm. Næsta mál að dagskrá er bara hitt sæti. Wow, so nice. Oh my god. Þau fá að segja smá, I promise. These beauties, these grays. Oh my god, look at it. Hann er smá skakkur right now. Ég var líka eftir að taka þessa mottu hérna. Hún var hérna þegar ég flutti and I don't like it. Þetta er smá svona plastefni. Ekki beint cozy. Erum við að djóka? Hvað segi ég? Nei, ég er bara hérna heima í sófanum. Ég splæsti smá í þennan. Hann var smá dýr. Það er kissing klæð, en hann var smá dýr. En það eru kostir við hann. Eins og móðir mín benti mér að. Hann er smá customizable. Ég gæti keypt aðra miðju. Ef ég samt svona pening. Ekki með vinnu, en ég veit ekki alveg hvernig. En ef ég samt svona pening, þá gæti ég keypt aðra miðju úr linkan, fatti. Og svo gæti ég keypt svona ekki pullu, en svona pulla, fattur ég, þannig ég bý basically til hvað heitir þetta? Tungu. Bý basically til tungu ef ég kaupi bara svona pullu sem er ekki með einu svona baki. Perfect. Oh my god, snýr hann vitlaust. Nei. Jú. And anyways, takk fyrir að vera með in this fabulous unboxing. Er stofan mín tilbúin? Nei, það er hún ekki. Eins og sjá má, þarna er annar sófi. Miklaður sófi minn, sést ekki myndavélin, I promise, hann er miklaður. That's it for now. Ég ætla að fara að panta IKEA, af því að, ok, vision. Þetta er ekkert eitthvað glæsón, ég ætla að kaupa hillur hérna aftan, annarkvæmt svona standardi hillur, eða bara hillur á vegginn. Örugglega standardi hillur, af því ég þarf eiginlega að passa að sé pláss hérna á milli, svo að baki af þessum sófum mikil ekki líka. Svo myndist ekki ómikil raki, fatti. Þannig ég er að pæla að kaupa standardi hillur, eða eitthvað svoleiðis. Vonandi virkar það. Sjáum til hvað gerist. I don't know, you don't know. Spenna.